líka búin og það aðeins klúðraðist frá bralla seinni prentunin. Og reyndar á að standa hérna 13. júní en ekki 12. En við skulum hefja þessa guðþjónustu. Skulum njóta hennar fyrst og fremst. En við skulum hefja hana á því að signa okkur og fara með sálmavers Hallgríms Pétursson. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu Guð, Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd í leiði mig út og inn, svo allir syndir hafni. Amen. Og ég hvet ykkur til að taka undir því sem hann á því með borðum. Börnin mín, elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Amen. Og leksían kemur frá Jesaja spánar. Komið öll sem fyrst eruð, komið til vatnsins og þér sem ekkert fé eigið, komið, komið,
kaupið korn á Edi, komið og þykkið korn án silfurs og endurgjaldslaust, bæði vín og mjólk. Hvers vegna reiðið þér fram silfur fyrir það sem ekki brauð og laun erfiðis yðar fyrir það sem ekki sefur? Hlýðið á mig, þá fáið þér hina bestu fæðu og endurnærist af feikninni. Leggið við hlustir og komið til mín, hlustir, þá munið þér lifa. Ég ætla að gera við yður ævarandi sáttmála og miskunn mín við Davíð mun stöðugt standa. Ég gerði hann að vitni fyrir þjóðirnar, að höfðingja og stjórnanda þjóðanna. Sjá, þú munt kveðja til þjóðir sem þú þekkir ekki og þjóðir sem ekki þekkja þig munu skunda til þín vegna drottins, Guðs þíns. Því að hann hefur gert þig vegsamlega. Amen. Og nú ætlar Jónína Björg Magnúsdóttir, kórfélagi minn úr kvennakórnum á Akranesi, að syngja fyrir okkur eitt lag, Lilju Rós. Ég veit að við komum hérna inni sem kunna það líka. En hún slæði ekki vindtökin og Jónína hún fyrir að syngja þetta alveg a cappella ánum Felix. Það er svo vel. Takk fyrir. Ég langar að taka fram að ég syngi öðru sópran, þannig að tónar frá öðru sópran læðast svona yfir í af því að ef ég læri mína rödd þá situr hún og það kann ég kannski ekki allt eina laglínu. En ég held að ég vona að vera nógu góður tónarsamt. Litla ljósið bjarta, grætur þú fagra liljurós. Komdu til mín og ég skal þerra þig og þín döpru hvarmaljós. Litla ljósið bjarta, segðu mér hvað kom fyrir þig. Hver hefur tekið frá þér brosið sem lýsir upp heiminn fyrir mig? Komdu með erfiðin til mín, ég lækna hjartasárin þín. Syngdu og ég skal syngja með þér. Litla ljósið bjarta, grætur þú fagra liljurós. Komdu til mín og ég skal þerra þig og þín döpru hvarmaljós. Já, komdu með erfiðin til mín, ég lækna hjartasárin þín. Syngdu og ég skal syngja með þér. Og nú skulum við rísa á fætur og hlýða á heilagt kirkjuspjall. Jesús sagði við hann, maðurinn okkur gerði mikla kvöldmáltíð og bauð mörgum. Ef stundin kom að veislan skyldi vera, sendi hann þjón sinn að segja þeim boðnir voru, komið, nú allt tilbúið. En þeir tóku allir að afsaka sig einu munni. Hinn fyrsti sagði við hann, ég hef gert atburð og verð að fara og líta á hann. Ég bið þig að hafa mig afsakaðan. Annar sagði, ég hef keypt 5 tvöndir akneita og á förum að reyna þau. Ég bið þig að hafa mig afsakaðan. Og enn annar sagði, konu hef ég eignast, ekki get ég komið. Þjónninn kom og tjáði herra sínum þetta. Þá reiddist húsbóndinn og sagði við þjón sinn, farðu fljótt út á stræti og götur borgarinnar og leið hingað fátæka, örkumla,
Þjóðin sagði, Herra, það er gert sem þú bauðst og enn er hún. Þá sagði húsbóndi við þjónin, farðu út stíga og vegi og þrýstu á menn að koma inn svo að húsið mitt fyllist. Því ég segi ykkur að enginn þeirra sem fyrst voru boðnir munu smakka kvöldmáltíð mína. Þannig hljóðar heilagt orð. Amen. Nú ætla ég að biðja ykkur að setjast og ég ætla að lesa fyrir ykkur trúarjátningu vonarinnar sem er eftir argentínska prestinn Gerardo Oppermann en Kristján Valur Ingólfsson fyrrverandi vígslubiskup þýddi. Ég trúi á Guð allra trúarjátninga með öllum sínum sannindum, en umfram allt trúi ég á þann Guð sem rís upp úr andan og orðum til þess að verða hluti af lífinu. Ég trú á Guð sem er mér nærri og fylgir mér hvert skref á jörðu, sem oft og einatt gekk á eftir mér og fylgdist með mistökum mínum og þjáðist með mér þess vegna, sem stundum gekk við hlið mér, talaði við mig og kenndi mér og stundum gekk á undan mér, leiðbeindi mér og gaf mér taktinn í göngulagi. Ég trú á Guð sem er á holdi og blóði, Jesús Krist, Guð sem var manneski eins og ég og gekk í skónum mínum, Guð sem fór sömu leið og ég, þekkti ljós og skugga, Guð sem neytti matar og leið hungur, átti heimili og var einmana, var fagnað og bölvað, var kyrstur og hræktur, var elskaður og hataður. Guð sem tók þátt í gleðskap og sorgarstundum, Guð sem hló og grét. Ég trú á Guð sem horfir með athygli á heiminn, sér hatrið sem breiðist út og aðskilur, hrekur til hliðar, særir og deyðir, sér kúlurnar sem snjúa gegnum húð og hold, sér saklaust blóð sem útheltir yfir jörðina, sér höndina sem grípur ofan í ókunna vasa og rænir því sem aðrir þurfa til matar. Sér dómarann sem dæmir þeim í hag sem borgar best og setur hræsnin á æðsta sess, en sannleika og réttlæti. Guð sem sér mengur fljótin og dauðu fiskana, sér eiturefnin sem eyðileggja jörðina og setja göt á himinin, sér Guð sem sér hvernig framtíðinni fjötruð í veðböndum og skuld mannanna vex. Ég trú á Guð sem sér þetta allt og heldur áfram að gráta. En ég trúi líka á Guð sem sér móðurina sem fæðir, sér hvernig lífið fæðist með þraut, sér tvö börn að leik, sér útsæli samstöðunar vaksa, sér runna blómstra í rústunum, sér nýtt upphaf, sér þrjár ruglaðar konur sem hrópa réttlæti og eiga sér óska draum sem aldrei deyr. Ég sé sólina koma upp hvern morgun því að nú er tími tækifæranna. Ég trú á Guð sem sér þetta allt og brosir breitt því að þrátt fyrir allt þá er von. Amen.
orðum Sigurbjörns Einarssonar. Frá þér Faðir þrek og vit, öll þekking ást og trú. Kenn oss að þakka einum þér það allt sem gefur þú. Og allt sem hver úr bítum ber bróður skerfur hans, sem bæta skal í þökk til þín úr þörfum annars manns. En lát þann dag og sljóma brátt, losna böndin hörð og réttur þinn og ríki fær, öll ráð á vorri jörð. Þá allt sem lifir lofar þig og lítur þinni stjórn og brosir heiðum himni við, í helgri þakkar fólk. Amen. Já, náð sé veður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Boðskortið komið til þín og þín vænst í veislunni. Flest höfum við upplifað það að okkar vænst í ýmiss konar veislur. En í dag það Jesús Kristus sem býður þér til veislu í kirkjunni sinni. Og þó brauð og vín, alltaf sakramentið þurfi aðeins að bíða út af dotlu, eins og sagt þá þér boðið til veislu í hvert sinn sem þú kemur í kirkju. Veislu í orðum og tónum. Veislu fyrir sálina og sem örvar og styrkir líkamann líka. Og gestgjafinn okkar, Drottinn Guð, notar það sem þú kemur með, leyfir þér og öllu þínu að efla og bæta samkomuna. Gerðu svo vel, gagnið inn. Líðan okkar skiptir engu aðalmáli. Við þurfum ekki afsaka okkur og boða forföll, þó við séum ekki alveg í stuði fyrir veislu. Og við megum jafnvel bera vanlíðan á borð, því að það Jesú Kristur sem býður okkur. Já, kæru vinir, það margar veislur haldnar þessa dagana. En nú eins og landina vaknað af vetrardvala, dvala sem hefur varað í rúmt ár og flestar fyrstir í samkomur og veislur. Auk okkar persónulegu tilefna, ferminga, brúðkaupa og útskrifta svo alls konar veislur þar sem fólk gerir sér glaðan dag af tilefni eða án tilefnis. En hvernig veislumálunum háttað í þínu lífi? Ertu veisluglöð eða veislugladaður? Við höfum sannarlega mismunandi afstöðu og umgöng til mannfagnaðar. Til fólk sem glímir við félagsfælni og á mjög erfitt með að vera innan manna fólk. Og svo eru aðrir sem bara leiðist óskaplega, grunnfærið samkvæmisjál og fyllist óþoli við tilhugsunum veislur. En það eru fleiri sem hreinlega elska veislur og partí. Guðspjallið í dag veislu guðspjall. Ein af þessum áleitnu sögum Jesú boð. Og í þetta sinn tókst illa til, eða veislan virtist svona í fyrstu ætla alveg að klúðrast, en þó fór betur en á horfðist. Þannig var boðið til veislu á þessum tíma í þessum heimshluta að boðsbréf fór eða kallari var sendur út með löngum fyrirvara til að fólk tæki daginn frá. Svo þegar leið að veislu degi þá voru nánari fyrirmæli send til viðtakenda og enginn gat því vikið sér undan nema með mjög gildum rökum. Gyðingar lögðu mikið upp úr gestavirðingu og gestrisni og að öllum væri sómi sýndur við allan undirbúning og framkvæmd veislu. Þeir voru svona veislumenn. Þess vegna var mjög slæmt þegar veislur klúðruðust. Það var niðurlæging fyrir gestgjafann og fjölskyldu hans. Jesús sækir veislur og samkvæmi og heldur þar margar ræður, en það ekki skálaræður allt og ekkert. Heldur umhugsunarverðar ræður, dæmisögur, sögur sem fá okkur til að hugsa og hugsa aftur og aftur Og í þessu guðspjalli sem við heyrum áðan segir Jesús okkur dæmisögu veislumann sem hefur boðið fjölda fólks. Svo þegar komið að vesludegi þjónninn sendur til að kalla til gleðskaparins, en þá upphefst söngur afsakana. Einn búinn að kaupa landareign sem hann þarf að huga, annar hefur gett sér fína dráttarklára sem þarf að sinna, einn nýkvæntur og telur sér ekki heiman geitt. Engin hörgull á undanbrögðum. Veislumaðurinn skilur hérna sálu staðreynd að gestirnir vilja ekki koma.
Og hvað er til ráða? Jú, fyrst gestirnir kom ekki, skal þeim boðið sem annars hefðu ekki komið. Þjónninn fer því að staða nýju og kallar af götum og torgum og húsið fyllist af fátækum, fötluðum, blindum og höldum. Já, það sannarlega getur verið mjög sárt ef enginn vill koma í samkvæmið okkar. Við höfum flest heyrt sögur af því og kannski upplifa líka að boðið er í partí eða afmæli og enginn eða örfáir mæta. Það getur orðið mikið áfall fyrir viðkomandi. Jafnvel getur djúpt sár myndast sem seint grær og bitur sem getur jafnvel varað alla ævina. Saga Guðspjaldsins er því ekki aðeins til í Biblíunni, heldur í raunveruleikanum í kringum okkur líka. Og það eru margir túlkunarmöguleikar á þessari dæmisögu í Guðspjaldinu. Guð má skilja sem veislustjóra sem býður veröldinni til veislu, komu Guðsríkis í persónu Jesú Krists. Heimurinn getur verið veislusalurinn með öllum gæðum þessa heims. Veislan er útvalina sem ekki vilja og því er öðrum boðið. Ein túlkunin er að gyðingar og hugsanlega öllum gyðingilega þjóð hafið hafnað boði Krists og því verið öðrum hópum og þjóðum boðið. Og þetta var nærtæk túlkun á fyrstu árum og öldum kirkjunnar. Svo er sagan líka áminning til kirkjueigenda allra alda að enginn einn hópur eða einstaklingar eiga kirkjuna. Kirkjan er Guðs en ekki fólks. Kirkjan er veislusalur himinsins hér í heimi, en ekki og má ekki vera tæki sérgóðra manna til að nýta sér til hagsbóta eða ávinnings. Síðan er hægt að túlka Guðspjallið sem svo að Guðsveislan sé fyrir hina fátæku og búiðu. Hinir ríku sé bara allt og uppteknir að vera allegum eigum sínum, að þeim megi ekki vera að því að sinna Guðsríkinu. Kirkja Krist hefur alla tíð tekið alvarlega áminningu að það voru hinir vanvirtu sem voru boðin. Kirkjan hefur vitað að Jesús Kristur vitjaði þeirra sem voru lágstétt samfélagsins. Það hefur verið sístætt áminningarefni til kirkjunnar að Guð stendur alltaf við hlið þeirra sem líða, eru harmislegin eða líða skort. Af hverju hjálpast það á dagskrá allra kristinna sagna í heiminum? Hjálpastar kirkjunnar er sannarlega rósin í hnappagrætti þjóðkirkjunnar. En af hverju vestrænt samfélag sem notið hefur kristins boðskapar aldir svona upptekið af mannréttindum, frelsisboðskap, heilsu og mannfélagsbótum? Það er ekki síst vegna þess að Jesús elskaði og hann boðaði kærleika og náungauðmyggju og jafnrétti og hann bauð til veislu. Hann bauð og býður öllum, í hvaða ástandi sem þeir eru og hvaða stöðu sem þeir skilja og hvaða þjóðerni sem þeir eru. Í flestum kirkjum heims er borð í miðju kirkjulífsins. Við köllum það altari. Af hverju borð? Jú, vegna þess að Jesús notaði máltíðir til að vera með fólki. Tala við það, miðla þekkingu og fá það til að taka ákvörðun til góðs fyrir lífi. Við getum öll skilið mikilvægi borðsins fyrir hið góða líf, til veislu og samverur. Og þegar við hugsum bestu minningar okkar og uppvexti, eða hugsum fjölskyldur, þá kemur borð og máltíð við sögu. Þegar lífið er farsælt og sátt ríkir, þá borðum við saman. Þegar okkur langar að gleðjast með fólkinu okkar, þá efnum við til veislu og allir koma og fagna. Það er slíkt samfélag sem kirkjunni er ætlað að vera í heiminum. Kirkjan er veislusalur og þér er boðið til veislu í kirkjunni á hverjum sunnudegi ársins. Einhvers staðar, hvar sem þú ert á Íslandi, er kirkja ekki langt undan þar sem boðið til veislu á sunnudögum. Veislur í bókmenntum og kvikmyndum virðast oft vera notaðar til þess að ná utan einhverja ákveðna þætti í samskiptum fólks. Oftar en ekki á sér stað uppgjör eða verið er að sýna tiltekinn hóp fólks. Þetta er til dæmis frásagan og njálsugu af veislum á Bergþórskóli, þar sem til árekstra komi til Hallgerðar og Bergþóru og í kjölfar þeirra árekstra fór af stað margþætt
atburðarás sem lauk með brennunni frægu á Bergþórshvoli. Og veislur í bókmenntum og kvikmyndum og jafnvel í veruleikanum eru líka stundum notaðar til að sýna fram á mismunun manna á meðal, stéttaskiptingu og sýna að þær gjalli jafnir. Stundum er veislan sjálf aðalatriðið, til dæmis í dönsku myndinni Veislan, Festen, þar sem fram fer háalvarlegt uppgjör innan fjölskyldunar sem safnast hefur saman á ákveðnu tilefni og allt öðru en því að fara að gera gamlar sakir. Veislan er líka aðalatriðið í bók Karenar Blixen, Gestaboð Babette. Það er þungamiðja sögunar stórkostleg veisla, þar sem öllum þorpsbúum var boðið til. Sú saga hefur einnig verið kvikmynduð. Síðan er veislan sem kannski má nefna veislu allra tíma og greint er frá í bók allra tíma, Biblíunni, Nýja testamentið. Það er veislan sem Jesús hélt lærisveinum sínum þegar þeir komu inn til Jerúsalem til þess að halda páskahátíð. Þá veislu hafa listamenn, ekki síst málarar allra tíma, túlkað með margvíslegum hætti og á þeim myndum má oft skoða veisluborðið og hvað þar var lagt á borð. Þetta er veislan, já, sem Jesús hélt lærisveinunum, kvöldið áður en hann var tekinn af lífi. Og myndverkin sýna veislugestina, lærisveinana 12 sitjandi borð með Jesú í síðustu kvöldmáltíðinni. Veislan sem efnt var til þá var það helgustu athöfn allra kristinna manna. Athöfn sem minnir á sáttmála Guðs og manns. Sú veisla er þess eðlis að í hvert sinn sem þú sér kirkju eða messuauglýsingu, þá er það boðskort til þínum að koma og þiggja. Þá er það veisluboð frá Jesú. Og í þá veislu er engum sérstökum hópboði, þangað eru allir velkomnir. Þar verður ekkert opinbert uppgjör milli veislugesta og þar á sér stað þögult samkomulag milli Guðs og manns. Veislan sem Drottinn Guð býður til er því ólík öðrum veislum. Hún er fyrir okkur öll og þar þrýtur aldrei rými og þar þrýtur aldrei veisluföng og þar eru við öll jöfn. Og mörg okkar bíða með óþreyju eftir að neyta brauðs og víns við altari kirkjunnar, altari sakramentisins. Það er ómissandi hluti í trúarlífi mjög marga. Og þar getum við svo vel fundið og skynjað og upplifað að þegar við komum að borði Drottins þá erum við samferðan milljörðum annarra kristinna manna allan heim sem gera slíkt hið sama og líka öllum þeim sem neytt hafa brauðs og víns í nærveru Guðs í gegnum aldirnar. Við borð Guðs þykjum við nærveru hans líkama og blóð sem nærir okkar andlega líf eins og matur og drykkur líkama okkar. Við borð hans þykjum við fyrirgefningu, endurreisn, helgun og frá borði hans göngum út til verðaldarinnar með opna arma og boðum fagnaðarerindið öllum mönnum. Það gerum við bæði í orð og verki með því að helga líf okkar kærleika og þjónustu. Við sem höfum þegið svo margvísleg gæði, bæði veraldleg og andleg, við megum ekki að horfa á meðbræður okkar og systur vera þurfandi. Við megum ekki ljúka aftur hjarta okkar fyrir þeim eins og stóð áðan í ritningalestrinum. Já, lífið er dásamlegt og lífinu má sannarlega líkja við veislu. Allavega þegar vel gengur og þegar lífið er okkur hliðhollt og gott, en okkur hefur þó aldrei verið lofað að við getum dansað í gegnum lífið eins og við værum í ævilangri veislu. Við verðum fyrir áföll. Við eignumst og við missum, við breytumst og við eldumst. Og því stórkostlega er að Guð býður okkur að koma og hann segir: komið til mín allir þér sem erfiðið hafa og þungar byrðar og ég með mikið hvíld. Það er málið, að við mögum koma með allan pakkan og leggja með okkur á borð, biðja fyrir vandamálum og þakka gleðinni. Já, þér er boðið í veislu. Viltu þiggja boðið eða áttu kannski afsakanir að þú hafi gift bíl, hús eða sett í giftingarhugleiðingu? Allt er til reiði. Má bjóða þér að lifa gleðina hér og nú og ávallt. Kemur þú? Kemur þú til sjálfsins? Kemur þú til Guðs? Kemur þú til gleðinar? Og dvölina hver dag gagnvart því boði Guðs. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og Heilagan
svo sem var í upphafi, og verður, aldir alda. Amen. Ætli við stöndum ekki á fætur og meðtökum postulega blessun. Friður Guðs sem æðri öllum skilningi, varðveiti hjörtum voru hugsanir í Kristi Jesú, drottni vor. Amen. Og nú þarf Jónína að koma aftur og syngja fyrir okkur 2 stjörnur. Lagatext eftir mér. Það er alltaf gaman að syngja Megas í kirkju eða í veistlum þar sem að fólk, þegar hann hefur kannski sá sem að fólk endilega að setja fyrst á fónin. En ég hef alveg upp, ég er í yngsta 9 systkinum og alveg upp við allskynnstónlist og lært að meta Megas og hans texta sem að gjarnan eru ádegur og kirkju. En þetta er hans ljúfasta lag og verður í held ég bara tónlistararfi okkar Íslendinga áfram, vona í allt. Tíminn flýgur áfram og hann tekur mig á eftir sér og ekki fæ ég miklu það ráði hvert hann fer, en ég vona bara hann hugsi svolítið hlýlega til mín og leiði mig á endanum aftur til þín. Ég gaf þér forðum kveðju úr gullinum hálsum þeim, svo gleymdir þú mér ekki í dagsins samstri nokkurt sinn. Úr augunum þínum svörtu horfi ég á sjálfan mig hríð og vonað að ég fengi bara að vera þar alla tíð. Það er margt sem angrar, en ekki er það þó byrðin, því ég sé það fyrst á rykinu hve langur tími er liðinn og ég skrifar eitthvað með fingrinum sem að skiptir öllu máli, því að nóttin mín er dimm og ein og dagurinn á báli. Andlitið þitt málar, hver ég man það allt skýrt. Augnlínur og bleikar varir, brosið svo hlýtt. Jú, ég veit að ókeypis er allt það sem er best, en svo þarf ég að greiða dýru verði það sem er best. Því ég sakna þín í birtingu að hafa þig ekki við mér og ég sakna þín á daginn þegar sólin brosir við mér og ég sakna þín á kvöldin þegar dimman dettur á, en ég sakna þín mest á nóttunni þegar svipinn er fara á stjá. En svo lít ég upp og sé við erum saman þarna tvær, stjörnur á blárri festingunni sem að færast nær og nær. Ég man þig þegar augun mín eru opin hverja stund, en þegar ég nú legg þau aftur held ég á þinn fund.
blessun. Við ykkur að rísa á fætur og meðtaka drottninlega blessun. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér